Þannig, ég er nú búinn að spyrja held ég flesta bara ef að Crayon tekin út úr þessum leik og þinn kanni Jamal kemur inn, ertu ekki til að veðja hærri fjárhæð á aðra útkomu? Ég veit ekkert það, það bara eftir að koma í ljós. En hann vissulega styrkt okkur inn í kvöld og gefa okkur meira jafnvægi í okkar leik, bæði í vörn og sókn. En já, þetta náttúrulega bara oft krefjandi að spila gegn svona öflugu liði. Við erum með náttúrulega vopn í öllum stöðum, þannig að bara svo Crayon eitthvað annað. Ég held að það er náttúrulega við lentum mikil vandamál með Crayon bæði undir körfinu og í frákastbaráttunni. Hann duglegur drengurinn, við erum bara að sjá til í seinleikurinn í kvöldinu. Þetta ef að hefði, það hefur svo sem aldrei unnið en að leikju, er ekkert að fara að gera það heldur núna? Nei, það hjálpar ekki neinum heldur. Nei, nákvæmlega. Ég er bara ánægður með strákana, þeir svona, fyrir utan þessar fyrsta leikurinn það var þetta jafn leikur. Já, vörnin var dálítið léleg til þess að byrja með ekki, 28 stig fyrsta fjórðungi, hvað er klikkað þar? Já, bara samskiptaleysi mestmegnis og líka einbeitingarskortur. Ég veit ekki hvort að spennan hafi verið of mikil fyrir drengina eða hvað, en þetta var smá einbeitingarskortur í byrjun sem er miður því að þeir vinna fyrsta leikurinn með 12 stigum og þeir vinna síðustu 3 með 1 stigi, þannig að það er miður. Þannig hvað ertu ánægðast með í kvöld hjá þínum mönnum? Ég ánægðast með hvernig við komum tilbaka og svona eftir að slemma fyrsta leikurinn og höldum áfram að trúa verkefninu. Við náðum 96 stig á tímabili og sem að við hefum bara þurft að fylgja aðeins betur eftir, en það er bara eins og það gerist. Við hefum að spila móti sem góðu lið að það gengur ekki alltaf upp, en ég hlakka bara til að sjá hvernig við komum út í næstu umferð. En hvernig er staðan á Jamal? Áttu vona á honum í næsta leik á móti Keflavík? Sjúkraþjálfari verður að gefa bara grænt ljós á það. Ég er bara að vera að sjá til. Þessi deildi er og mun væntanlega verða mjög jöfn. Er ekki bara dálítið mikilvægt að koma sér bara strax á sigurbraut og vinna Keflavík? Jú. Það er bara þannig. Það var líklega fáránleg spurning. Já, mjög. Takk fyrir.